efnið sem á að fara í skrokkinn og samkvæmt leiðbeiningunum 3 heilum myndum þá byrja maður á 2 rifjum, þessum hér, setur síðan svona styrkingar úr 3x4 mm balsa, ég held að þetta sé balsi, það lítur út eins og balsi, þetta er eitthvað skrítin balsi. Svo er hérna servofesting og botn og bak og svona hitt og þetta. Þetta þarf að raða öllu saman og við skulum sjá hvernig þetta gengur. Hérna eru 2 rif, A6A, A6B og A er hérna fyrir aftan og B er hérna fyrir framan. Og þetta þarf að límast niður og ég er nú eiginlega bara að nota svona tætbond, mér finnst það mjög þægilegt og gott lím og það er best að nota það áfram bara. En nú þarf ég að passa mig vegna þess að það á að koma hérna biti á milli, þannig að setja ekki lím þar sem hann á að vera. Þetta þarf að vera í 90 gráðum hérna við, svo nota smá stálstykki hérna sem heldur þessu. Nú má þetta taka sig, en á meðan getum við klippt til eða skorið niður bitana sem eiga að koma hérna. Það er bæði ofan og neðan. Nú er límið aðeins búið að taka sig og ég ætla að setja hérna niður þessar ræmur sem eiga að vera hérna. Það er bara að nota sekundulími á þetta. Botninn sem kemur hérna er 3 mm og þá þarf að lyfta þessari stöng 3 mm upp og líma hana þannig niður til þess að botninn geti lagst hérna upp undir. Svo er ein í viðbót, það er hér. Það er gott að tékka því hvort að þessi plata passar á milli. Já, það er ein hérna sem á að koma hér niður, þannig að þessi passar. Nú ætla ég að setja þetta á rétt að meðan að límið er að taka sig hérna. Leyfa því að harðna
áður en ég set hína plötuna á. Hína hliðina þar að segja, þessa hér. Það hægt að setja þetta niður. Og þessa. Og eins hægt að setja þetta hér. Það eina sem maður þarf að passa sig á að það sé 3 mm hér upp undir. Það núna sem maður uppgötar það að maður hefur gert 2 vinstri hliðar, ef maður hefur gert 2 vinstri hliðar, en það hef ég ekki gert. Þannig að þetta allt eins og það á að vera. Servofestingin hérna, hún á að koma hér á milli. Annarkvort fyrir ofan eða neðan þessa lista. Og samkvæmt teikningunni sem ég er með hér, þá hún um það byrð 3 cm hérna fyrir framan. Og fyrir neðan listana. Ég bara bæti þessu við hér. Nú skulum við gefa þessu svona 10-15 mínútur til að taka sig. Þá þetta orðið svona nokkuð hart. Og skulum taka þetta af. Nú þarf hin hliðin að koma og það eru flipar á hérna rifjónum sem að hjálpa manni að staðsetja. Svona. Þannig að nú bara setjum við smá þess að lími. Já. Svona. Nú má þetta þarna. Það næsta sem maður gerir að taka botninn hérna og fella hann hérna ofan í.
Það þarf að vera ná alla leiðina, alveg frá fremsta og aftasta, og þarna fellur hann í. Og setjum bara dropa og dropa af sekundulími. Hérna þarf maður að taka saman fram að það mjókkar aðeins fram. Hér. Og svo þarf maður að líma þetta hérna innan við hliðarnar en alveg í flútti við þær. Hérna virðist það hafa verið smá galli í skurðinum. Önnur hliðin er ekki alveg jafn há og hin. Og nú renni ég lími innan í samskeytinni. Nú kemur bakið hérna aftan og það límist eins. Það er að segja að það fellur niður á milli hliðana. Nú er ekki hægt að setja lím innan í vegna þess að botnin er náttúrulega lokaður, þannig að þá reyni ég að fara bara hérna meðfram saumnum og vona að límið renni ofan í. Gefa því smá tíma til þess að vinna sitt verk. Nú er skrókurinn lokaður á aftan og þá þurfum við að ganga frá hann og framan. Og hérna er það þetta hér sem venjulega væri kallað eldveggur en verður núna bara festing fyrir rafmagnsmótor. Þetta á að koma hérna á milli hliðana.
Þetta þarf að límast almennilega því að það er þetta sem að heldur mótornum á. Þannig að ég ætla að setja hérna dálítið vel af tætbond á þetta. Kannski ekki svona vel. Nú situr þetta akkurat á milli hliðana og þá nota ég svona þvingur. A10 á síðan að koma hérna niður og það er ágætt að líma þann bara líka. Set nokkra títuprjóna í það til þess að halda því að meðan límið tekur sig. Nú er eftir aðeins eitt bílítið handtak, það er að koma þessari lúgu fyrir. Ég er búinn að líma hana saman, það er plata hérna sem að límist á milli tveggja parta sem að síðan falla hérna niður, svona. En það eru 2 stykki hérna sem fylgja með sem eiga að stýra þessu á réttan stað. Það þurfa að standa svona upp úr aðeins og það má bara líma þetta niður með smáiðis af tannatæki. Það er sekundulími. Svona. Og þá er hægt að setja lúguna hérna niður og hún á að falla svona honni. Þetta verður ekkert smáflott. Svona er skrokkurinn eiginlega tilbúinn að öðru leyti en það þarf að púsa hann náttúrulega aðeins til. Svo kemur mótorinn hérna á servóin hérna honni. Þá er það vængurinn næst.